Þess vegna er svo merkilegt að hugsa til þess að þau sem einhverja hluta vegna í nöp við kærleiksboðskap Krists skuli nota þennan tíma til að beina spjótum sínum að því sem að reynst hefur svo vel og vilja leggja jafnvel niður góðar venjur. Eins og við höfum séð mörg undanfarin ár að á sama tíma og kveikt á fyrsta kerti aðventukransins að þá byrjar umræðan hvort að skólabörnunum sé það hollt að vera boðin til kirkju á aðventunni. Já, og því miður hefur þeim hópi, þessum gagnrýnisröddum verið nokkuð ágengt, þannig að víða er búið að leggja af þá góðu hefð sem að þessum heimsóknum fylgdi. Og nú þegar að börnin mega hvort eð ekki koma til kirkju vegna sóttvarna sjónarmiða, að þá hafði maður haldið að þessar gagnrýnisraddir myndu þagna. En það var þó ekki raunin eins og við sáum og höfum séð á þessari aðventu, því þá er skotið á næsta vígi, ráðist að öðrum þætti þjónustunnar og nú að starfi presta og djákna á sjúkrahúsum. Þar er veitt þjónusta sem hefur reynst tugþúsunda landsmanna einstaklega dýrmæt á erfiðustu stundunum, já þyngstu skrefunum á lífsins göngunum, við andlát, við áföll og erfið veikindi hjá ungum jafnt sem öldnum. Þetta er þjónusta sem er veitt til að styðja fólk í sorg, vanlíðan og neyð. Og þá nema vona maður spyrji, hvernig er það hægt? Hvernig er hægt að setja sig upp á móti því að slík þjónusta sé veitt? Þjónusta sem alltaf hefur verið veitt af fagmennsku og virðingu og þegin af þakklæti.